Í þessu myndbandi langar við til að sýna þér í grófum dráttum hvernig Aurbjörg virkar. Hér sjáum við fyrir framan okkur þá síðu sem við bjóðum upp á þegar slegið er inn aurbjörg.is og þeir sem eru áskrifundur hjá okkur þurfa bara að smella á mína Aurbjörgu til að skrá sig inn. Stundum með því að fara í auðkenningaferli en það er að gera það bara akkurat svona. Þegar búið er að smella á það og komið er inn þá blasir við þér mælaborð Aurbjörgar. Mælaborðið sem er merkt hérna, hægra megin, er til þess að sýna þér allar þær eignir og allar þær skuldir sem þú ert með. Ef ég renni hérna hægt og rólega niður, þá er þetta að sjá að hægt er að skrá inn eignir. Það er þetta að sjá hversu háa hreina eign þú hefur af þínum eignum ef að skuldir eru dregnar frá. Það er þetta að birta þér greiðslumat, það er þetta að birta þér eignavaktina og verðbólgu og stýrivexti Seðlabankans. Mælaborðið er svona eins og það sem að hnýtir allt saman, sem sýnir svart á hvítu hvernig stóru málin eru hjá þér. Síðan er þetta að fara í eignir, þar getur þú fundið allar þær eignir sem þú ert búin að setja inn hjá þér hverju sinni. Þú getur bæði bætt við eignum, fasteignum, húsnæðislánum, ökutækjum, bílalánum og svo framvegis. Og svo getur líka eytt einhverjum eignum með því að smella á þær sérstaklega og fara hérna upp í hnappinn efst í horninu hægra megin. Þegar eignirnar eru búnar þá förum við yfir í reiknivélar. Það eru ýmsar reiknivélar sem við erum að bjóða upp á. Aðallega erum við að horfa á húsnæðislánareiknivélina sem er þannig að þú setur inn kaupir á einhvers konar húsnæði sem þú ert að skoða, kannar þína útborgun sem er þá peningur sem þú átt og þá sérðu lána upphæðina sem þú ert að leita eftir. Velur lánstíman og ýmislegt fleira og við sýnum þér alla lánamöguleika sem eru í boði. Það er líka hægt að skoða bílalán með sams konar hætti og fara í að skoða hverjir eru að bjóða upp á skammtímalán í þessum efnum. Þegar þessu hefur verið lokað, þá ertu að fara í lífeyrismálin og bera saman alla samtryggingakosti lífeyrissjóðanna á Íslandi, séreign og það er að skoða lífeyrisréttindi. Síðan er hægt að loka því og fara í lánskjaravaktina. Lánskjaravaktin fer í gang leið og þú ert búin að skrá inn fasteign og lán. Og lánskjaravaktin vaktar þá bara lánið þitt, býr til samskonar lán upp úr öllum öðrum lánaskilmánum og sýnir þér hvað er í boði. Þannig ef hér er til dæmis lán sem að ég held að ég hef örugglega skráð sem 30 milljónir, mánaðarlega greiðslan er 240.000 á mánuði, þá er festa að bjóða lægri greiðslu á verðtryggðu láni en þá hækkar örugglega heildargreiðslan sem því nemur og svo getur við skoðið og fundið Íslandsbanka sem er með lægstu heildargreiðsluna en þá er mánaðarlega greiðslan miklu hærri. Svo getur við farið yfir í verðmat Aurbjargar. Í verðmat Aurbjargar er bara hægt að slá inn eitthvað heimilisfang og þá kemur bara eins og klappa verið saman lóðunum, verðmatsskýrsla sem hægt er að skoða, þannig að þú sér allar upplýsingar þessar fasteignir sem þú skoðar og þú fær 3 svona verðmatsskýrslur fríar í hverjum einasta mánuði með því að vera áskrifandi hjá Aurbjörgu. Síðast en ekki síst er það eignavaktin sem er bara svo fasteignaleit, þar sem þú getur sett inn alls konar skilyrði fyrir leit, en þú getur líka verið með eitthvað eins og greiðslumatið þitt sem er þetta að leita skilyrðunum fyrir því. Af því að með greiðslumati þá getur líka verið að leita fyrst og fremst af fasteignum sem að henta þinni greiðslugetu. Hér sjáum við til dæmis ef ég smelli á greiðslumati sem ég hef búin að búa til og held bara aðeins áfram, þá segir greiðslumatið að ég ætti að vera að leita að fasteign sem kostar ekki meir en 158 milljónir af því ég get tekið lán upp á 78 milljónir króna og get þá staðið undir 450.000 krónum rúmum út frá viðmið Seðlabankans. Og þá er þetta samantekið, svona lítur þetta út hjá Aurbjörgu, ef þú skoðar þetta, mælaborðið er aðalmálið og svo getur þú skoðað allt það skemmtilega sem við bjóðum upp á. Gangið vel!